verður þetta einhvern veginn á endanum. Nú vona ég þið heyrið í mér. Við erum aftur komin hérna í anddyri Alþingishússins, vorum að koma af fundinum sem að Ingibjörg Sólrún hélt. Hérna er komin Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingar. Nú Lúðvík, Geir Haarde hafði uppi hörð orð að Samfylkingi væri í miklu uppnámi og þess vegna væri nú ekki hægt að starfa almennilega með henni. Hvernig bragðist þið við? Samfylkingin er náttúrulega ekki í uppnámi. Krafa flokksins hefur verið mjög skýr. Það hefur verið alveg frá því í haust að framfari ákveðin hreinsun í bankakerfinu, í stjórnkerfinu og gripið verði til ákveðina aðgerða í þágu fyrirtækja og heimila eins hratt og hægt er. Þetta hefur verið krafan og hún hefur verið vaxandi og það hefur verið einhugur milli flokksins og grasrótarinnar og það hefur ekki hnífurinn gengið þar á milli. Hins vegar hefur ekki tekist að fá samstarfsflokkinn til þess að vinna hratt og verkstjórn hans hefur ekki verið sem skyldi á okkar mati og því er þetta því miður niðurstaðan. En ertu þá að segja það að Samfylkingin hafi talað fyrir daufum eyrum samstarfsflokksins? Það er okkar mat. Við höfum sett þessa kröfu fram hreinsanir alveg frá því í haust og það er rétt að minna á meðal annars að það var bókað það í ríkisstjórn og lögð á það gríðarlega áhersla að þetta færi af stað. Þannig ég mótmæli því og mér finnst miður að Geir skuli tala á þennan hátt á þessum tímapunkti. En nú gerir þið kröfu að fá forsætisráðuneytið og ýmsar aðrar kröfur svo sem að Ingibjörg Sólrún hefur nú lýst. Var það ekki bara einfaldlega of langt gengið? Nei, staðan er einfaldlega sú að verkstjórnin hefur ekki verið í lagi. Hlutirnir hafa ekki verið í lagi og við þær aðstæður sem við nú búum að þá verður að grípa til aðgerða. Við leggjum því til að reynslumesti og traustasti, eða sá stjórnmálamaður sem mesta traust nýtur, aldursforseti hér á þingi, taki við og verkstýri þessu og okkur þykir það eðlilegt af því að hitt hefur ekki gengið sem skyldi. En Jóhanna Sigurðardóttir, hún er nú einfaldlega úr ykkar röðum, þannig að þetta er ykkar manneski sem þið leggið til. Já, við lögðum til breytta verkstjórn í ljósi þess að það hefur ekki tekist að hreyfa við þeim hlutum sem við höfum lagt áherslu á alveg frá því í haust og þess vegna töldum við þetta eðlilega stöðu. Ingibjörg lagði til að þau tvö myndu jafnvel stíga til hliðar við þessar aðstæður og gera þessar breytingar því að auðvitað á þetta ekki að snúast stjórnmáli, þetta snúast fyrst og fremst það sem að skiptir fólkið í landinu máli. Að stjórnvöld taki ákvarðanir sem skiptir máli og það hefur ekki gengið þennan tíma og þess vegna töldum við nauðsynlegt að gera breytingar og við þær aðstæður þá eiga menn tvo valkosti, það er að halda áfram í hlutlausum og taka ekki ákvarðanir eða gera breytingar og það er það sem við lögum til. Það hefur nú loðað við stjórnmálamenn að þeir hugsa nú fyrst og fremst eigin frama og framtíð á undan fólkinu. Nú er Sjálfstæðisflokkur búinn að hafna þessari tillögu. Finnst þér líklegt að aðrir flokkar hér á þingi gangi að henni? Nú get ég ekki svarað fyrir aðra flokka. Það er náttúrulega algjörlega útilokað. Hins vegar verða þeir að svara fyrir sig. Þetta er okkar tilboð og við leggjum þetta til og Jóhann er vel að þessum heiðri komin. Er þetta vonbrigði fyrir ykkur að þessu stjórnarsamstarfi er lokið? Það er vonbrigði að við skildum ekki ná landi í okkar verkum en það er þá miklu betra að viðurkenna það og leita svo nýra leiða. Þakka kærlega fyrir þetta, Lúðvík Bergvinsson. Nú, við erum hérna ennþá í Alþingishúsinu í beinni útsendingu. Hér er þó nokkuð af fólki og við erum að reyna að ná sambandi hér við bæði Baldur Þórhallsson í stjórnmálafræðing, hann er hérna og Árni Mathiesen, fjármálaráðherra fráfarandi, er hér líka og við ætlum að reyna að ná Árna bara leið og við getum. En Baldur, nú í millitíð við töluðum saman áðan, þá er Ingibjörg Sólrún búin að vera með sína yfirlýsingu. Já, hvað segirðu nú? Já, þetta er nokkuð merkilegt útspil hjá Samfylkingunni að bjóða Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra bæði í stjórnarsamstarfinu sem var að ljúka sem og í hugsanlegri myndun nýrrar ríkisstjórnar og það er nokkuð athyglisvert að núna bara síðustu mínútum hefur við heyrt það að formenn beggja stjórnarflokkana hafa boðið til þess að víkja til hliðar. Geir Haarde að hleypa Þorgerði Katrínu að í hugsanlega forsætisráðherra í stjórn og Jóhanna Sigurðardóttir fyrir hönd Samfylkingarinnar. En að krafa Samfylkingarinnar það að fá í hendur forsætisráðherra stólinn, hún var mjög ákveðin
og þess eðlis að það var mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ganga þessari kröfu. Því að rauninni hefði Sjálfstæðisflokkurinn verið með því að segja að Samfylkingin er miklu betur til þess fallin að glípa með þessi erfiðu mál sem við stöndum frammi fyrir í dag heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. En er ekki eðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn hafni því þegar þau leggja til sinn kandídat Jóhönnu Sigurðardóttur? Það má segja það sé það vegna þess að þá hefði Sjálfstæðisflokkurinn verið rauninni að segja að Samfylkingin er betur til þess í stakk búin til þess að stýra þjóðarskútunni og flokkurinn gat ekki rauninni gert þetta með góðu móti. Og ég held að verið mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokk og Samfylkinguna að vinna saman í þjóðstjórn. Ég sé í augnablikinu það sé ekki raunhæfi kostur því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur þegar hafnað Jóhönnu Sigurðardóttur sem málamiðlunar lausn og Samfylkingin hefur hafnað Þorgerði Katrínu sem hugsanlegu forsætisráðherra efni í stjórn. En hvað segir framhaldið? Ertu einhverju nær það eftir þessar yfirlýsingar? Ég held að í augnablikinu sé þjóðstjórn ekki það sem er á borðinu, það sé miklu meiri líkur á því þó við stjórnmálafræðingar eigum nú ekki vera að spá. Ég tel svona meiri líkur á því að Vinstri græn og Samfylking nái saman með stuðningi Framsóknarflokksins og ég tel að þreifingar þessara flokka bak við tjöldin séu komnar lengra á veg heldur en vilji vera að láta. Ég tala ekki ef Ingibjörg Sólrún átti nú að ljúka stjórnarmyndunarviðræðunum í dag eins og mér heyrðist hún vera að tala áðan. En finnst þér eitthvað líklegt að þessi tveir flokkar getu unnið saman í stjórnarsamstarfi að loknum næstu kosningum? Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Það er erfitt að meta það. Það mun væntanlega fara nokkuð eftir nýjum leiðtogum Sjálfstæðisflokksins. Því að Sjálfstæðisflokkurinn mun kjósa nýja leiðtoga á flokksþingi. Það getur vel verið að þeir nái að byggja brýr yfir til Samfylkingar á nýjan leik. Þannig við skulum ekki útiloka það eru væntanlega meiri líkur á því ef aftur það verður mynduð það kemur ný forysta hjá Sjálfstæðisflokki. Baldur Þórhallsson, þakka þér kærlega fyrir þetta. Nú við erum að reyna að veiða hingað til okkar viðmælendur og hingað er komin Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Illugi, það eru stór tíðindi í dag í pólitíkinni. Hver eru viðbrögð þín? Ég er auðvitað fyrst og fremst, það voru fyrir miklu vonbrigðum með það að það tókst ekki að halda hérna starfshæfri ríkisstjórn. Verkefnin eru alveg gríðarleg og það sem ég hef mest áhyggjur af er annars vegar vaxandi atvinnuleysi sem að eina vörnin okkar í því núna er það að koma bankakerfinu sæmilega á stað til þess að hjálpa atvinnulífinu og meðan að það er ekki komið sæmilega fram þá bara eykst atvinnuleysið og síðan gerist hitt líka það að við erum að fara og byrjuðu þessi vinna með fjárlögin og það er stórkostlegt atriði að klára að koma vinnunni í þann farveg að við getum skilað ríkisfjárlögunum þannig að við fullnægjum skilyrðum IMF og líka ekki bara það að við kollsteypum ekki landinu í ríkissjóðs halla. En strandaði þetta ekki líka stóran hluta af því að því sjálfstæðismenn eruð of stífir, þið vilduð ekkert gefa eftir í samningaviðræðum? Það kom nú bara mjög skýrt fram hjá forsætisráðherranum hérna áðan að Sjálfstæðisflokkurinn var til í að ræða öll þessi efnisatriði sem uppi voru. Það var alveg augljóst og við sýndum held ég alveg fulla og algera ábyrgð í því. Það sem síðan steytti á var einhver krafa stóla, krafa það að breyta forystunni í ríkisstjórninni þannig að hún færi yfir til Samfylkingarinnar og sú krafa var ekkert aðgengileg fyrir okkur en við vorum og teygðum okkur eins langt eins og mögulegt var í allir þeirri umræðum efnislega atriði. Illugi Gunnarsson, þakkaði kærlega fyrir þetta og við erum að skipta núna yfir á Þórdísi sem er búin að ná Árna Matthísen fjármálaráðherra. Já, hér eru allir náttúrulega í þinghúsinu að hlaupa fram og tilbaka. Björn Bjarnason, hann sagðist ekki taka nein samtöl í dag en Árni, voru þetta afarkostir sem að Samfylkingin sett ykkur? Þetta voru kostir sem augljóslega voru óaðgengilegir fyrir okkur eins og forsætisráðherrann fór yfir og ég held að þeir hafi verið settir fram til þess að knýja fram stjórnarslit vegna þess að Samfylkingin var sundurþykk það hvort að það ætti að halda áfram þessu stjórnarsamstarfi eða ekki. En þeir heimtuðu, eða ekki, eða kröfðust forsætisráðherrastólsins? Já, nákvæmlega. Er það sem steytti á eða Seðlabanka yfirstjórnin? Nei, það steytti ekkert á neinum Seðlabankan. Eins og forsætisráðherrann sagði að þá hefði það verið list og hann lagði fram tillögur það hvernig þetta nálgast þegar fyrir jól sem síðan hafi verið fengnir utanaðkomandi aðilar, 2 aðilar til þess að skoða hvernig ætti að skipuleggja þetta peningastjórnar og bankaumhverfi hjá okkur sem ætti væntanlega að skila af sér innan mjög skamms tíma. Þannig að það hefði ekki verið vandamáli sem hefði steytt á. Þannig að þetta var bara átylla? Já, ég tel að það hefði verið átylla. Þetta hefði verið eitthvað sem Samfylkingin vissi fyrirfram að ekki væri aðgengileg. En hvernig líður þér að vera að ganga út svona stökkva baki miðri á?
Mér finnst það auðvitað mjög leiðilegt. Það eru erfið verkefni sem við þurfum að glíma við og sérstaklega sem að snýra því að fylgja eftir áætluninu með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og það er auðvitað slæmt þegar að þarf að hverfa frá því í svona miðju kafi. En verður þá bara ekki upplausnar ástand eins og margir hafa verið að tala það verður upplausnar ástand því nú eru stjórnarslit og er það ábætandi? Ég ætla að vona að það verði ekki upplausnar ástand. Forsætisráðherra, hann hefur kynnt að möguleika að það verði efnt til þjóðstjórnar og ef það tekst að þá verður vonandi haldið áfram á þessari vegferð sem hefur verið mörkuð. Það væri held ég engin annar valkostur í þeirri stöðu og þá vonandi verður... Þú ert að tala það að forsætisráðherra gæti kannski núna og þá Sjálfstæðisflokkurinn haldið áfram í ríkisstjórn ef einhver eru búnir til fylgilags? Það gæti verið ef það tækist að mynda þjóðstjórn og það gæti það verið. Eru þið að fara að hittast í dag? Það hefur ekki verið boðið til neinna funda frekar hjá okkur í dag. En ert þú að fara að pakka saman? Já, maður er allavega farin að undirbúa það. Það er heilmikið hafurtask sem að fylgir manni auðvitað og það er rétt að vera bara að koma sér í það strax, já. Við skulum láta þessu lokið hér með Árna og við þökkum honum kærlega fyrir. Nú skulum við aðeins kíkja á blaðamannafundinn sem að Ingibjörg Sólrún hélt hér áðan og var haldinn í ráðherraherbergi eða ráðherraherbergi sem ekki var hægt að senda út beint og gjörið svo vel. Entist ekki inn í rúmlega 1,5 ár? Jú, auðvitað eru það vonbrigði. Ég hefði gjarna viljað sjá og auðvitað var til þess stofnað að það gæti staðið lengur og gæti verið farsælt og gott en ég til að það þurfti að taka miklu fastar á málum í haust heldur en gert var. Það talar að þú ætlir að taka þér leyfi, ætlar þú þá ekki að sitjast í ríkisstjórn ef Samfylkingin tekur sæti í ríkisstjórn fram að kosningum? Ég get verið með einum með öðrum hætti, það er ekki, ég bara áttur að finna út úr því, það er ekki aðalatrið í þessu sambandi. Stendur tilboðið manna Jóhannu, stendur það líka þótt að þú snúir þér að VG og með stuðningi sem sagt Framsókn? Já. Það stendur? Jóhanna stendur. Jóhanna í rauninni, ég er að bjóða Jóhannu fram sem forystumann Samfylkingarinnar í minn stað. En þú ætlar sem sagt frá og með deginum í dag, ætlar að stíga til hliðar og getur skýrt það eitthvað nánar hvernig það fyrirkomulag séð innan þíns flokks? Nei, ég hef bara sagt mínum þingflokki frá því að ég tel ég það sé eðlilegt við þessar aðstæður, ég tel ég þurfi á því að halda. Ég hlýtu auðvitað að leið og ég hugsa hvernig er sér best að koma landstjórninni fyrir núna á næstunni, þannig að hún sé örugg og ábyrg og kraftmikil. Að hugsa það hvernig ætla ég að reyna að safna mínum eigin kröftum, safna sjálfur mig saman og það tel ég þurfi bara tíma til að gera. Myndir það hætta sem formar? Nei, ég get verið áfram með í öllu því sem er verið að ráðslagast þó ég spil ekki neitt aðalhlutverk. En verður Jóhann þá ekki formaður flokksins á meðan? Jóhann verður ekki formaður flokksins, nei, ég er áfram formaður flokksins en það er margt fólk sem getur unnið verkin. Hvenær myndir þú þá funda með formannum flokkana? Ég bara veit ekki forsætisráðherra auðvitað ákveður það hvenær hann stofnar til funda með formannum flokkana. En þetta er bara, nú vita allir formið flokkana, forsætisráðherra veit hvernig við viljum sjá þetta gerast. Hinir formennir vita þá líka núna væntanlega. Þannig að það liggur alltaf borðin af okkar hálfu. Spurningin er bara vilja menn fara í þessa vegferð eða vilja þeir einhver aðra vegferð. Telurðu líklegt að sé til meiri hluti núna í þinginu þannig að ekki þurfa að koma til þingrófs eða að þurfa að skila inn heimildinni eða eftir beiðninni sinni? Ég ætla að leyfa mér að vona það, já, að menn sjáu skynsemina í þessari tillögu og sjáu að þetta sé eitthvað sem að gæti ekki bara hugnast vel þjóðinni og þjóðin geti haft trú og traust á, heldur líka geti orðið til þess að hér yrði starfsum og öflug ríkisstjórn í landinu fram á kosningum. Viltu að flýta kosningunum? Ég tel enga ástæðu sérstaklega til að flýta þeim. Ég tel það ekki. Þess vegna líka senka þeim. En Geir Haarde vísaði bara í innanflokksátaki ykkur og talaði eins og þegar þú hafi farið utan til læknismeðferðar þá hafi allt farið í bál og brand og flokkun svona hálfpartinn tekið af þér völdin og þú hafur ekki verið til staðar sem límið í honum. Finnst þér einhvern veginn eins og Samfylkingafélagi Reykjavík hafi kannski farið fram úr þér á meðan þú varst í burtu? Nei, þetta er bara beinlínis rangt hjá Geir Haarde og mér finnst nú svona ef við færum að standa hér og kallast á með þessum hætti þá minnir nú kannski bara hjón í skilnaði sem reyna að kenna hvert öðru Það er alls ekki minn stíll að standa þannig að málum. Ég segi bara, ég veit hvaða lausn við þurfum núna. Ég er búin að bjóða hana fram
og ég hef trölla trú á henni og ég er viss það að hún mælist vel fyrir og ég er viss það að þetta getur verið öflug starfsstjórn sem við fáum út úr þessu og það er aðalatriði. Ingibjörg, hvaða einkunn gefur þessari ríkisstjórn? Já, við erum komin hérna aftur í anddyrið í Alþingishúsinu og hingað komin Guðlaugur Þór Þórðarson, hún talar svo mikið við Geir Haarde. Guðlaugur, hvað segir þú voru þið sjálfstæðismenn ekki tilbúnir til þess að gefa meira eftir til þess að halda þessu stjórnarsamstarfi áfram? Ég held að enginn geti haldið öðrum fram en að sjálfstæðismenn hafa sýnt mjög mikið langlunda geð í þessu samstarfi. Og það er náttúrulega öllum ljóst hver ástandi í Samfylkingunni, það fer ekki fram hjá nokkrum manni og við erum búin að vinna þessu málum, þar að segja ríkisstjórnarsamstarfinu, af afskaplega mikil ábyrgð og alúð. Við áttum okkur á alvöru málsins, hvað er alvarleg staða í þjóðfélaginu og þess vegna má segja að við höfum látið ýmislegt yfir okkur ganga. En það er augljóst að samstarfsflokkurinn, það reyndi á hann núna við þessar aðstæður. Nú reynir á fólk og stjórnmálaöfl og þeir einfaldlega féll á prófinu. Samfylkingin er ekki starfhæf við þessar aðstæður. En það er svolítið merkilegt að spá í þetta svar því þetta er nákvæmlega sama svarið og Samfylkingin gefur að hún hafi sýnt langlundargeð og bent á öll málin sem hafa farið úrskeiðis en þið hafið ekki viljað gera neitt í neinu. Það stenst náttúrulega ekki neina skoðun. Og það sem má hins vegar segja það hefði mátt ganga betur við að koma upplýsingum til fólks, það er alveg rétt, en menn eru búin að vera að vinna hérna baki í brotnu og allir sem er að skoða það að einhverju sanngirni sjá að þannig er málum fyrir komið. Og þessar skýringar Samfylkingar það breytast nú líka svolítið eftir því sem að líður á daginn. Þannig og það vita allir hvernig ástandi er á þeim bænum og því miður er það svo að ef að formaðurinn bregður sér af bæja þá er algjör upplausn í þeim flokki. Er það vonbrigði fyrir þig að þessu stjórnarsamstarfi er lokið? Já, ég tel afskaplega mikilvægt alltaf, en sérstaklega við aðstæður sem þessar, að þá að stjórnmálaöfl myndu standa í lappirnar, sérstaklega sem eru í ríkisstjórn. Við sjáum það þegar við skoðum reynslu annarra þjóða og maður vitnar til dæmis til Jörgen Persson sem kom hérna fyrir nokkrum dögum síðan eða vikum og fór sérstaklega yfir það að það er síðasta sem við þyrftum að halda væri stjórnarkreppa. Og mjög mikilvægt að menn myndu vinna sín verk og klára þau til þess að við getum unnið okkur út úr þessu ástand eins og hratt og hægt er. Það er alveg hægt en það þarf að hafa fyrir því en þá þurfa menn líka að sýna styrk og það er auðvitað ekki auðvelt og þetta eru erfið verkefni, menn þurfa að taka erfiðar ákvarðanir en til þess eru stjórnmálamenn. Guðlaugur Þór Þórðarson, þakka kærlega fyrir þetta. Nú, við erum allavega hérna ennþá í Árni Páll Árnason, samfylkingarmaður, hann er komin hingað til mín í beina útsendingu. Árni Páll, af hverju slitnaði þetta stjórnarsamstarf að þínu mati? Það sem er náttúrulega búið að vera há þessu samstarfi undanfarna mánuði er forystuleysi af hálfu Sjálfstæðisflokksins. Það er búið að vera erfitt að koma málum í gegn. Það er búið að vera þar hver höndin upp á móti annarri og reyndi eins og að eiga við bandalagskerulega hópa frekar heldur en eiga við eitt stjórnmálaflokk og forystan mjög dauf og átt erfitt með að koma málum áfram. Við höfum séð þetta aftur og aftur í málum sem við höfum verið að reyna að koma fram sem að varða hag heimilanna og hagsmuni fyrirtækjanna. Evrópumálin, menn sáu nú hvernig þar leystist allt upp í loðmullu og menn ýttu því máli endalaust á undan sér. Aðkoma Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var í uppnámi vikum saman og þar reri undir forysta Seðlabankan sem að vann þar spellvirki daginn út og daginn inn til þess að reyna að koma í veg fyrir þau brýnu bjargráð fyrir þjóðina. Þannig að þetta er náttúrulega varla við stjórntækan flokka eiga. En er þá ekki bara að koma í ljós hér í þessum töluðu orðum, þið gefið nákvæmlega sömu svörin, sjálfstæðismenn og samfylkingarfólkið, að þetta bara var ómögulegt stjórnarsamstarf? Stjórnarsamstarfið gekk meðan að það var forista sem var tilbúin að koma málum í gegn í Sjálfstæðisflokknum. Síðan bara hefur það ekki gengið á síðustu mánuðum. Og það virðist vera sem að það skipti fyrir Sjálfstæðisflokkin meira máli að viðhald sinnar embættismannaklíku og sinnar forréttindastéttar heldur en hagur þjóðarinnar í landinu. Og það virðist vera þannig að hlutir geti dampast og legið ókláraðir vikum saman á þeim sé tekið. Og þetta er það ófært ástand þegar svona mikið liggur á. Menn eru ekki alveg sáttir við það. Hvernig haldið hefur á máli síðustu 100 daga? Það eru mótmæli úti vegna þess að við höfum ekki náð nógu góðum árangri síðustu 100 daga. Við höfum náð mjög mörgum málum góðum í gegn en mikið hefur skort á. Það eru 100 dagar fram að kosningum í maí.
og það ekki hægt að sitja í verklausu ríkisstjórn þennan tíma og sporin hræða og við vorum bara einfallega ekki tilbúin til þess að sitja undir verklítilli og döglítilli verkstjórn áfram á vor. Og ef hugmyndum þjóðstjórn nákvæmlega fjarlæg af þeim ástæðum þjóðstjórn í svona langan tíma, það ekki betra að fleiri séu aðgerðarleysi. Ef að menn ætla ekki að vinna og ekki með skýra sýn á það sé unnið og þá verra af stað farið en heima setið. Við þurfum skýra aðgerðaáætlun. En ertu í rauninni að segja það að allt sem fór úrskeiðis hjá þessari ríkisstjórn Sjálfstæðisflokknum að kenna? Já, ég að segja það að það hefur verið mjög erfitt þessa síðustu mánuði. Við náðum að vinna með Sjálfstæðisflokknum og vorum með ákveðin verkefni sem við lögðum mikla áherslu á fyrsta árið og náðum í gegn miklum umbótum sem við lögðum mikið upp úr og náðum að bæta hag heimilanna, náðum að auka mjög fjárframlög til málefna aldraðra og öryrkja og svo framvegis. En þegar það kemur inn í kreppuna og þarf að taka á grunnstoðum ónýts fjármálakerfis, grunnstoðum ónýts embættiskerfis og fara í grunninn sem skóp þessa vitleysu, þá eru þeir óhæfir, þá eru þeir varðstöðu afl óbreytt ástand fyrst fremst. Árni Páll Árnason, ég ætla að þakka þér fyrir, ég ætla að reyna að fá að tala við Össur, en mér sýnist nú Össur allavega ekki vilja ræða við okkur, en Árni Páll Árnason, þakka þér kærlega fyrir þetta. Nú, Steingrímur J. Sigfússon, við erum að bíða eftir honum, hann von á honum á hverri stundu hingað í Alþingishúsinu, það verður mjög spennandi að heyra hvað hann segir og hvort eins og margir eru að halda fram að stjórnarmyndunar viðræður eins og Baldur Þórhallsson sagði hérna rétt á hann séu í raun komnar miklu lengra heldur menn vilja vera láta. Og þannig að við munum bara spyrja Steingrim þetta hreint út, hann kemur hérna að vona á hann hérna á hverri stundu, ég vona að það sé bara örfáa mínútur í hann komi, en eins og ég segi, Ingólfur Bjarni, þú ert í efstaleitinu. Jú, og við segjum skilum við því rétt í augnablikinu þangað til Steingrímur J. eða Katrín Jakobsdóttir koma, annarkvort þeirra kemur, þau eru á þingflokksfundri Vinstri grænna sem hefur staðið og stendur svo stenn þarna rétt hinum megin við Austurvöllin. Fróðleg staða sem komin upp núna, en við skulum kannski aðeins átta okkur á því hvað það sem hefur verið í gangi í morgun frá því að þingflokkar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar settust til fundar klukkan 10 í morgun í Alþingishúsinu. Þar greinilega voru sett þau skilyrði sem að Samfylkingi vildi ná og Sjálfstæðisflokki hugnuðust ekki því ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar lokið. Eins og Geir H. Haarde sagði okkur áðan, hann segir að ástæðan hafi verið sú að skilyrði Samfylkingarinnar að forystan í ríkisstjórninni flyttist til Samfylkingarinnar væri þannig að ekki væri hægt að ganga að henni. Geir mun ganga fund forseta Íslands og biðjast lausnar, okkur skilst að það verði núna eftir það bil 2 klukkustundir eða svo. Hann segir þetta valdi sér vonbrigðum, nú sé komin stjórnarkreppa ofan á efnahagsvandræðin sem hann hafi óttast mest. Hann segir það hafi verið sjálfgefið að forsætisráðuneytið væri hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem hann væri mun stærri og hefði samþykkt að ráðherrarnir yrðu jafnmargir í báðum flokknum þrátt fyrir stærðarmunin. Geir segir það hafi verið sér vonbrigði að Samfylkingin hafi ekki haft þrek til að halda þessu stjórnarsamstarfi áfram og hann hafi boðið að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir yrði forsætisráðherra. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagði niðurstöðuna einnig vonbrigði. Hún segist hafa boðið að Jóhanna Sigurðardóttir leiti ríkisstjórnina fram að kosningum og að breytingar yrðu gerðar á Seðlabankanum strax. Geir hafi hafnað þessu tilboði og nú verður komið ljós hvaða aðrir flokkar komi með í þessa vegferð undir þessum forvirkjum með Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra, enda væri hún öflugasti og reyndasti stjórnmálamaðurinn. Geir H. Haarde innbreiðir reyndar líka á þjóðstjórn og þá undir forsæti Sjálfstæðisflokks. Ingibjörg Sólrún ítrekaði að það væri mikilvægt að öflug forysta, við skulum skipta á Steingrim, hann kominn. Já, hann kannski ekki alveg kominn. Í dyrunum, það gerist allt svo hratt hérna í þinghúsinu. Við erum að upplifa svo magnaðan dag hér í íslenskum stjórnmálum. Mánudagurinn 27. janúar árið 2009. Stjórnin fallin. Steingrímur J. Sigfússon, þú ert oddviti stjórnarandstöðunar á Alþingi, leiðir stærsta stjórnarandstöðuflokkinn sem á blússandi flugi í skoðanakönnunum. Já, hvað segir þú þá? Já, ég segi að það gott að þessari óvissu sem hefur hvílt yfir lokið að þessu leyti. Það þá hægt að fara að horfa á næstu skref og þetta dauðastríð varð að taka enda, það var öllum ljóst. Og nú bíður okkar það verkefni að tryggja landinu starfhæfa ríkisstjórn. Það að gera að málin fari í hinn stjórnskipulega farveg
að forsætisráðherra fari til Bessastaða og forsetinn metur svo framhaldið. Forsætisráðherra Geir Haarde að fara til Bessastaða núna klukkan 16, skilst mér klukkan 4 í dag. Hversu langt myndun nýrrar ríkisstjórnar komin? Hún í raun ekkert komin. Menn hafa rætt og hafi verið svona svífandi í umræðinu undanfarna daga, ákveðnar hugmyndir, möguleikar, og það eru fyrst og fremst 2 nefndir, þjóðstjórn af einhverju tagi eða minnihlutastjórn til vinstri með stuðningi Framsóknarflokksins sem hann bauð fram hér fyrir allmörgum dögum síðan. Hvað hugnast þér? Ég tel að það eigi bara að setja þetta í hendur forsetans og það sé að gera menn séu varkárir í yfirlýsingum og loki engum dyrum, af því að þetta eru miklu örlega tímar og hvílir mikil ábyrgð á herðum allra sem við sögu koma að reyna að greiða úr þessum málum og gera það eins fljótt og vel og hægt er. Hér erum við búin að vera í dag í ótrúlegu ástandi og ekki bara þið allir fjölmiðlamenn á Íslandi, heldur tugir erlendra sjónvarpsstöðva og blaðamanna sem senda út allan heim. Þær fréttir að þessi stjórnarkreppa skollin á Íslandi ofan í efnahagshrunið og öll ósköpin sem við erum að glíma við. Og það ekki þau skilaboð sem við þurfum mest á að halda að fara út heiminn. Þess vegna verðum við að leysa úr þessu fljótt og vel. En hvernig hugnast þér hugmynd Geirs Haarde þjóðstjórnum með þátttöku allra þingflokka? Já, það ljóst að við vorum búin að lýsa okkur tilbúin til að skoða það og það stendur. Við höfnum þeim möguleik ekki, við erum tilbúin til að skoða það, en ég legg áherslu á að nú það forseta lýðveldisins að meta hvað vænlegast að gera í stöðunni. En þú hlýtur að eiga einhvern óska möguleika, einhverja óska stöðu? Já, mér þá óska stöðu að komist sem allra fyrst á sterk starfhæf ríkisstjórn og að það verði kosið sem fyrst. Það að gera að hafa þetta millibils ástand stutt, þannig að sterk ríkisstjórn með endurnýjað umboð, þjóðin á bakvið sig, komist sem fyrst í verkin með vorinu. Þannig að þú ert að tala kannski kosningar innan 45 daga eins og talað hefur verið Það væri nú það allra stysta og myndi ekki gerast nema bara ef forsætisráðherra legði fram þingrofstillögu. Þá eru okkar reglur þannig að landið má ekki vera án starfandi þings lengur en í 45 daga. Það hefur þann annmarka, það ansi stuttur tími fyrir framboð til að vinna sína vinnu. Þannig að menn verða að mætast þarna einhvers staðar á leiðinni. Milli þess að hafa hóflegan tíma og lýðræðislegan og sanngjarnan tíma fyrir menn til að undirbúa sig án þess að hafa óvissu tímabilið of langt og án þess að draga þá of lengi að ný ríkisstjórn á nýju kjörtímabili geti snúið sér að þessu rosa verkefni að byggja Ísland upp. En ein spurning svona í lokin, ef þú kemst í ríkisstjórn Steingrímur, munt þú leggja mikla áherslu á það að gera breytingar í Seðlabankanum eins og Samfylkingin hefur lagt mikla áherslu á? Ég ætla nú ekki við þessar aðstæður á Íslandi að orða það þannig ef ég kemst í ríkisstjórn. Það nú þannig að við vitum öll að það bíða gríðarlega erfið verkefni þeirra sem í þetta fara, hverju sem það nú verða og undir hvaða formerkjum sem það verður. En já, það mjög mikilvægt að endurskipuleggja stjórnkerfið, þannig að við endurheimtum traust, bæði inn á við og út á við, og það þarf að taka þar víða til hendi, en mikilvægastar eru þó björgunaraðgerðirnar, gagnvart heimilum og atvinnulífi. Það stóra verkefni núna að ráða strax í það sem hægt að gera til að auðvelda okkur öllum saman lífið fram á vorið og gera það besta úr ákaflega erfiðri stöðu. Steingrímur J. Sigfússon, þakka þér kærlega fyrir þetta. Já, og við erum að bíða eftir fleiri viðmælendum og eins og þið heyrið kannski hér að berst hér inn hávaði frá mótmælum hér fyrir utan báðum megin við Alþingishúsið eða fagnaðarlæti. Ég veit ekki hvort að mótmælendur kannski að fagna því að stjórnin sé farin frá, að stjórnin sé fallin. Við ætluðum að reyna að heyra í Bjarna Benediktssyni, formanni utanríkismálanefndar. Hann stendur hér rétt hjá og hann nú einn af þeim sem hefur verið orðaður við formannsembættið í Sjálfstæðisflokknum að hann muni gefa kost á sér til formanns. Bjarni þarna í viðtali við aðra fjölmiðla, þannig að ég að bíða eftir því að hann geti komið og hann sagði sjálfur í viðtali við okkur fyrr í dag að það þyrfti að eyða þessari óvissu og hann hlýtur nú kannski að vera rólegur í augnablikinu til þess að eyða óvissunum. En ég held að Bjarni
aðeins taka okkur, velta kvæða okkar í kross enn á ný og skoða það sem að Steingrímur var að vísa í sem var umfjöllun erlendra fjölmiðla sem hefur verið nokkur. Það líður raun að vera ekki nema nokkra sekúndur og mínútur frá því að fyrstu meldingar birtust á erlendum minnum. Þarna sjáum við til dæmis forsíðu vefútgáfu Aftenpostsins. CNN sagði einnig frá þessu á forsíðu og var með lengi vel með gulan borða fremst á sinni síðu til marks stórfréttir. BBC einnig sagði frá þessari frétt á forsíðu, þarna sjáum við reyndar fréttina sjálfa, ekki forsíðuna. En það sem vakti nú athygli mína þegar ég skrollaði yfir á síðu BBC, þá voru þeir með fjölda hlekkja og fréttir á forsíðunni. Meðal annars var fréttin fyrir neðan þessa með fyrirsögninni Ísland gæti gengið eða sótt aðild að Evrópusambandinu fljótlega. Og þar vitnað í Olli Rehn sem segir að Evrópusambandið búi sig andlega undir þann möguleika að Íslendingar sækjum snemma á næsta ári. Það á þessu ári. Ég segi nú upphaflega þetta skrifað 11. desember 2008. Þannig að vinnur okkar BBC að endurvinna þessa frétt. Og Spiegel, þýski miðillinn Spiegel segir einnig frá því að íslenska stjórnin sé fallin, segir þær hérna, eða sprungin. Þannig að athyglin beinist óneitanlega að Íslandi. Og þau raun og veru má segja að kosningabaráttin sé greinilega fallin. Það þarf ekki annað en að hlusta á orð bæði Geirs og Ingibjargar í morgun. Það var fallið þung orð eftir að Geir tilkynnti að þessu ríkisstjórnarsamstarfi væri lokið. Ingibjörg Sólrún sagði til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn væri valdakerfi sem hugsaði fyrst og fremst sjálfan sig en ekki það sem besti fyrir þjóðina og Geir sagði Samfylkinguna í tætlu. En nú held ég að Bjarni sé komin og þá skulum við skipta aftur yfir á Jóhann Vigdísi. Bjarni, við erum komið með Bjarna Benediktsson, formann utanríkismálanefndar Sjálfstæðismaður. Bjarni, þú sagðir hér fyrir í dag að óvissunni þyrfti að eyða, nú hefur henni svo sannarlega verið eytt. Já, óvissunni samstarf þessara tveggja flokka hefur verið eytt, en óvissan ennþá í loftinu það hvernig verður haldið áfram. Hvernig sérðu það fyrir þér? Já, mér líst vel á hugmynd forsætisráðherra sem hefur og nýtur mjög mikil stuðnings í Sjálfstæðisflokknum að reyna nú að vinna því að koma hér á þjóðstjórn. Ég held að það sé skynsamleg hugmynd við þessar aðstæður sem uppi. En heldur þú að Samfylkingin fallist á það? Nú féllust þið ekki á það að Samfylkingin fengi forsætisráðuneytið og Jóhanna Sigurðardóttir myndi leiða ríkisstjórn? Já, ég held að nú verði menn að horfa til þess að við berum öll ábyrgð á því að gera það sem þjóðinni fyrir bestu. Og flokkarnir eiga að víkja sínum eigin hagsmunum til hliðar við þær erfiðu aðstæður sem núna uppi. Það eru mörg verkefni sem bíða úrlausna og það þjóðinni fyrir bestu að sem víðtæk og sátt geti tekist þetta og menn eiga að víkja til hliðar flokkshagsmunum við slíkar aðstæður. Bæði þið Sjálfstæðismenn og Samfylkingar fólk, þið gefið svipuð svör við því af hverju slitnaði upp úr þessu stjórnarsamstarfi, þessi glundroð í báðum flokkum og þið getið ekki tekið ákvarðanir. Var þetta samstarf ómögulegt? Þetta samstarf var á engan hátt ómögulegt. Við erum auðvitað á hinn bóginn að glíma hér við óvenju erfiðar aðstæður. Aðstæður sem hafa vakið athygli umheimsins, meira að segja. Fjármálakrísa, hrun bankakerfisins, samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hrun krónunar, vaxandi atvinnuleysi. Allt þetta mjög krefjandi verkefni og við slíkar aðstæður gríðarlega mikilvægt að stjórnmálaöflin og sérstaklega þó þau sem eru starfandi í ríkisstjórninni standi í lappirnar, séu ekki að gefa út skilaboð að það sé að losna upp úr stjórnarsamstarfinu, að það sé rétt að ganga til kosninga þegar að ekkert samkomulag hefur tekist slíkt á milli flokkana og séu að setja og viðra kröfur breytingar í stjórnkerfinu sem þeir geta síðan ekki hrint í framkvæmd og grafa þar með undir trausti á viðkomandi stofnunum með yfirlýsingunum einum og sér. Þannig að það margt sem hefur farið úrskeiðis. Þú ert að segja að það hefur verið trúnaðarbrestur. Mér finnst Samfylkingin hafa við þessar erfiðu aðstæður kiknað undan álaginu, já. Það þín niðurstaða? Ég þeirra skoðunar, já. Nú, þetta skýrist ennilega á næstu dögum hvað verður. Þið haldið fljótlega eitthvað landsfund Sjálfstæðismenn. Ætlar þú ekki að kosta þér í formennsku? Það eitt af því sem ég að skoða þessa dagana. Ég ekki tilbúin til að gefa yfirlýsingu neitt slíkt. Bjarni Benediktsson, þakka kærlega fyrir þetta. Nú, svo mörg voru þau orð eins og við sögðum hér áðan að báðir flokkarnir, Samfylkingarfólkið og Sjálfstæðisfólkið gefa mjög svipuð svör.
þegar spurt af hverju slitnaði upp úr þessu samstarfi og allir segja að þessi glundroði í báðum flokkum, ístöðuleysi og svo framvegis. Þannig að sagan mun nú leiða þetta allt saman í ljós og við hlustum á stjórnmálafræðingana og þá sem vita betur. Jóhanna, fannst þér ekki eins og það væri svolítið annar tónn í Bjarna varðandi framhaldið eftir en Geir H. Haarde? Geir var til dæmis mjög afdráttarlaust en hann sagði þjóðstjórn að því það virtist einungis undir forsæti sjálfstæðismanna en Bjarni virtist svona vera á opnari fyrir málamiðlunum af einhverju tagi. Já, ég sammála þér. Mér fannst það var mildari tónn, það var ekki jafn afdráttarlaust og Geir talaði. Og þeir hljóta að vera opnir. Þú heyrði hvað Bjarni sagði, hann sagði nú það almannahagsmunir sem eiga að vera í fyrirrúmi og nú þarf að hugsa heimilin og fólkið í þessu landi. Þannig að sennilega var hann mildari í sinni afstöðu heldur en Geir sem var mjög afdráttarlaus hér fyrir í dag. Athyglisvert, ætli þetta sé þá formannskandidatinn Bjarni þarna farin að tala í fyrsta sinn í raun og veru kannski? Sko það ekki gott að segja og það erfitt að fullyrða svona í beinni útsendingu. En ef við ekki segja sem svo að það hljóma nú mjög sennilega að hann ætla að gefa kost á sér sem formaður Sjálfstæðisflokksins, svo ég taki nú ekki dýpra í. Við fylgjumst með þeirri baráttu og það fróðlegt að sjá að það ýmiss konar barátta hafin nú þegar. Maður heyri það og orðfæri þeirra sem þú hefur talað við og höfum heyrt í dag. Jóhanna Vigdís, þakka þér fyrir. Og í raun og veru höfum við kannski ekki bara fylgst með endalokum þessa ríkisstjórnarsamstarfs heldur ansi líflegu upphafi kosningabaráttunnar. Það má nánast heyra muninn á orðfæri lykilstjórnmálamanna fyrir og eftir hádegi í dag. Við ætlum hins vegar að segja að þessari útsendingu lokið í bili. Eftir réttum hálftíma hefst hins vegar fundur í þinginu. Þar verða óundirbúnar fyrirspurnir. Það hætti því að þar geti orðið ansi líflegt. Og klukkutíma síðar verðum við aftur á ferð. Ef ég með tímasetningun á réttum stað þá kemur Geir Haarde á fund forseta Íslands á Bessastöðum og það aldrei að vita nema þá hefur eitthvað aðeins skýrst í öllu því sem á seiði niður á þingi og að sjálfsögðu ef eitthvað ber til tíðinda þar á undan komum við í loftið á undan. En í bili segjum við takk fyrir og sjáumst eftir 1,5 eða svo.